Viku eftir að við heimsóttum fjölskylduna í sumarbústaðinn hún komin á annan tímabundinn dvalarstað. Þótt segja megi að lítið hafi í raun gerst í Grindavík síðustu vikuna, hefur mikið gerst hjá fjölskyldunni. Við fluttum í Mosó til frænku minnar og það er komin smá kommunustemning í okkar líf núna. Dýrmætt en leið reynir að þolinmæði að vera með 7 börn. Þið eru hérna í Mosó núna en þið eru búin að fá eitthvað varanlegra húsnæði. Já, við vorum svo lánsöm að við fengum húsnæði sem rúmar okkur öll. Við erum 13, þannig að við erum að fara að búa í Hafnarfirði þegar það verður klárt. Það var bara hlaupið til og græjað fyrir okkur. Enda finnum maður alveg ótrúlegan hlýhug og stuðning frá bara allri þjóðinni. Þannig að það er dýrmætt. Þannig að þið getið verið þar kannski einhverja mánuði? Já, við fáum það til leigu bara líklega eins lengi og við þurfum. Sem að engin veit hvað verður langur tími. Ég hægt að renna sér, Theodór. Þú getur klifrað hérna, þetta eins og heima. Mér líður alls konar. Bara svæða börnin mín í gær, þá bara brotnar maður saman og hugsa bara að fæ ég lífið mitt aftur. Þannig að það er stutt í bara hreinlega bugunar ástand stundum. Já, þetta hellir svolítið mann á kvöldin þegar taugakerfið slakar aðeins á. Það talaði þá núna að Grindvíkingar geti í allra fyrsta lagi flutt heim til sín eftir einhverja mánuði, jafnvel ekki fyrir hálft ár í fyrsta lagi. Hvernig leggst það í þig? Illa, bara mjög illa. Ég bara vona innilega að við getum flutt aftur heim, en maður vill náttúrulega að það sé öruggt. Af því að við erum með börn og það bara, ég vil fá bara upplýsingar það að þetta sé bara öruggt að vera. En það er mikil uppbygging framundan og hún mun taka sinn tíma. Þá þarf maður bara að aðlagast og bara halda áfram.